Liður 11 fræðslumál. Til máls kynnir ungmennaráðsfulltrúi Bjarki Orrason. Ágæti forseti, bæjarstjórn og fulltrúar ungmennaráðs. Ég stend hér til að ræða mikilvægi fræðslu sem forvörn gegn fordómum. Fordómar eru einfaldlega annað orð yfir fáfræði og til að koma í veg fyrir þá þarf að bæta fræðslu. Á minni 10 ára skólagöngu man ég eftir 2 kennslustundum sem fór í hinsegin fræðslu. Á samfélagsmiðlum svo allur aragrúinn af svokölluðum áhrifavöldum sem spýta hatursóróðri hinsegin fólk og aðra minnihlutahópa. Skortur á viðeigandi fræðslu gerir þessum hugmyndum kleift að festast í sessi, sérstaklega hjá ungmennum. Það því ekki furða að fordómar unglinga hafa aukist í garð hinsegin fólks. Í samræðum við bekkjarfélaga mína kom það fram að hinsegin fræðsla í skólum sé einsleit og við séum einhvern veginn alltaf að hlusta á það sama. Einnig þyrfti fræðsla að vera meiri hluti af daglegri kennslu í skólum. Ein og ein fræðsla án verkefnavinnu festast ekki lengi með manni. Hún þyrfti því að vera meiri hluti af daglegri kennslu í gegnum samfélagsfræði eða sem eigið fag. Þar gæti verið hægt að læra sögu minnihlutahópa og baráttu þeirra. Auk þess vantar sárlega námsefni á þessum sviðum á bókasöfnum skólana. Eina mannréttindabarátta sem við fáum að læra franska byltingin. Það þarf hins vegar að auka kennslu í mannréttindabaráttu nútímans, eins og til dæmis barátta hinsegin fólks, jafnréttisbarátta kvenna og mannréttindabarátta svartra í Bandaríkjunum. Kynfræðslan sem við fáum sýnir mikinn þunga í átt að gagnkynhneigðum og þarf að koma inn betri hinsegin kynfræðslu. Til dæmis lærum við sama og ekkert intersex fólk á skólagöngu okkar. Önnur grein barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir að öll börn séu jöfn og eiga að koma að þeim þar sem þau eru. Ég sé það sem beint brot gegn þeirri grein að sum börn fá verri fræðslu sögu sína en önnur. Í 29. grein barnasáttmálans segir svo að markmið menntunar sé að hjálpa börnum að rækta sjálfsmynd sína, að þau þekkja réttindi sín og virði réttindi, menningu og fjölbreytni annarra. Þetta spilar sterkt inn á umræðuefnið forvörn gegn fordómum. Ég vona að þið sjáið mikilvægi þessa máls og spyr að lokum, viljum við ekki vera samfélag sem styður undir fjölbreytileikann og best gegn fordómum? Takk fyrir mig. Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Bjarki Orrason lokið sínu máli og bæjarfulltrúi Gunnar Már Gunnarsson stígur upp í pontu. Já, forseti og ágæta ungmennaráð og bæjarfulltrúar. Í 1985 þá kemur upp fyrsta alnæmissmitið á Íslandi. Þá ég 1 árs og af hverju minnist ég á það? Þá varð mikið bakslag í svona réttindabaráttunni, í umræðunni samkynhneigð sérstaklega og það eru svona árin sem ég alast upp. Þá hræðslan mikil, fordómanir, þá alls konar ranghugmyndir, ósanninindi sem fá að þrífast, en bakslag frá hverju þá, að því að þetta áður en að þetta bakslag kemur, að þá þögnin mikil, skömmin mikil og fordómanir í samfélaginu eru miklir. En það jákvæða sem gerist líka það að baráttan, hún verður, það kemur aukinn kraftur í baráttuna hjá, eins og segi, nú ég að tala samkynhneigða, hjá samkynhneigðum, ekki síst að því að það verður lífspursmál. Þögnin og skömmin, hún drap. Og þannig að þegar ég að komast á ykkar aldur, þá bara mikil vakning það í samfélaginu. Við erum að koma sterkir einstaklingar fram, fara að berjast fyrir hlutunum, bara krefjast þess að hlutinni komist í umræðuna og við fáum fræðslu á þessum árum sem að kannski fyrri kynslóðir fengu ekki. Og við reynum mín upplifun allan að sú að mín kynslóð var að reyna að fræða sig, uppfræða sig.
og eldri kynslóðir á sama tíma gerðu það og sem betur fer að þá verður umburðarlyndi meira og skilningun alltaf meiri og meiri og alls konar jákvæð samstæða verður í samfélaginu eins og við upplifum þegar það eru hinsegin dagar og bara hálft Ísland mætt til þess að sýna samstöðu. En auðvitað þurfum við alltaf að fræða okkur við sem erum eldri. Við erum ekkert inn í öllum hlutum, við erum ekkert langt í frá inn í allri umræðinni sem að þið eruð og því miður að þá hefur verið bakslag og mér finnst það mjög dapurlegt. Mér finnst það ofboðslega sárt hafandi gengið í gegnum einhvern stað þar sem fordómarnir fengu að þrífast og farið í gegnum það að samfélagið var miklu betra. Og ég hélt að svona bara yrði þetta. Umburðarlyndið væri bara komið til að vera. En það ekki veruleikinn sem að þið upplifið því miður og það svo óþarfi. Það það fullkomlega eðlileg krafa hjá einstaklingnum að hann mæti ekki fordómum, að einstaklingurinn, að allir hafi sömu réttindi og allir fái bara að þrífast og vera sátt í eigin skinni. Fullkomlega eðlileg krafa. Á ekkert að vera öðruvísi. Þannig eins og þið heyrið, ég tek bara undir það. Fræðslan lykilatriði, umræðan lykilatriði og þið eruð þetta lang mikilvægasti hópurinn að því að nú þetta grassera mikið hjá ykkar aldurshópi. Ég ekki að segja að fordómarnir séu ekki enn til staðar hjá öðrum, en þetta bara grassera hjá ykkar aldurshópi. Þið eru lykilaðilarnir í það að snúa þessu aftur við. En auðvitað eigið að krefjast þess að við hjálpum ykkur og við eigum líka og við eigum að gera það. En bara kæra þakki fyrir góða umræðu Bjarki og þið öll í ungmennaráði. Takk. Þá hefur bæjarfulltrúi Gunnar Már lokið máli sínu og orðið opið. Ungmennaráðsfulltrúi Fríða Björg stígur upp í pontu. Forseti, bæjarfulltrúar, ungmennaráð og aðrir gestir. Það oft talað Ísland sem ákveðna útópíu. Það allt frábært á Íslandi og við erum svo framalega á alls konar sviðum og þótt að það sé að einhver leyti rétt, þá samt eins og þið voru að segja. Það mjög mikið bakslag í samfélaginu og sérstaklega í garði hinsegin fólks. Ég hef sjálf verið að halda hinsegin fræðslu í Emma fyrir 9 og maður finnur alveg fyrir því. Áhugin ekki til staðar, fólk hefur verið að labba úr fræðslunni að þeir segja bara, ég ætla ekki að taka þátt í þessu. Þetta raunverulegt og fræðsla svo ofboðslega mikilvæg eins og við vitum öll. Og ég ætla að taka undir það sem Bjarki sagði með fjölbreyttri fræðslu. Það ekki, þessi hefðbundna fræðsla, þessi 1,5 tími af bara einhverjum sem kemur með glærur og maður situr þarna og bara að vera rangeyður eftir 1,5 tíma því maður bara svo mikið upplýsingum og kannski þreyttur eftir langa skóladag og svo fer maður kannski í fræðslu og þetta bara þetta virkar ekkert kannski jafn vel og myndi vilja. Og ég held að ætti, einhvern veginn það kannski erfitt að finna út úr í hvernig við ætlum að gera það, en það verður einhvern veginn að ná að fletta fræðslunni inn í námsefnið. Þessi eina fræðsla hefur ekki nógu mikil áhrif. Af því að sérstaklega eins og samfélagið núna, við þurfum á fræðsluna að halda, við þurfum virkilega að fræða krakkan okkar. Og þannig við viljum náttúrulega að fræðslan sé sem skilvirk og hægt að hún nái virkilega til þeirra. Og að vekja áhuga og ég meina fræðsla þarf ekkert endilega að vera, það ákveðin fræðsla að segja krakkanum frá baráttu mismunandi minnihlutahópa. Það ákveðin fræðsla í því. Fræðsla þarf ekki bara að vera, hérna eru staðreyndirnar þennan minnihlutahóp. Við getum líka verið að fræða bakgrunn og baráttu. Þannig að fjölbreyttari fræðsla alveg, fræðsla þarf eiginlega að vera fjölbreyttari. Og hvernig við ætlum að útfæra, veit ég ekki alveg. En allavega bara hafa í huga. Takk fyrir mig.
Þá hefur ungmennaráðsfulltrúi Fríða Björg lokið máli sínu og orðið er opið. Enginn býður sig fram til að gefa orð og þá legg ég til að við höldum áfram með dagskrána.